Komið öll blessuð og sæl og gleðilega hátíð. Hún stendur yfir frá skýrdegi til sunnudags. Er ég ekki í sambandi? Heyriði betur í mig núna? Það er ágætt. Það er ekki langt síðan að það kom út mjög skemmtileg grein í blaðinu Der Spiegel sem sagði okkur frá brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi og að þeir hefðu farið þaðan það bil 1440 fyrir Krist sem passar alveg upp á 5 ár við Biblíuna. Og þegar þeir voru 50 dögum seinna komnir að Sínaí fjalli og höfðu þá haldið páskahátíð áður, að þá var það að Guð gaf þeim boðorð sín. Og Páll postuli hann segir okkur að ástæðan fyrir því að Guð gaf okkur boðorðin á Sínaí var vegna þess að fólk var hætt að gera sig grein fyrir hvað verið rétt og hvað verið rangt. Það var bara eins og runnið út í sandinn. Og þarna heilög þrenning mætt á Sínaí fjalli. Faðirinn, sonurinn og heilagur andi. Og það sonurinn sem að gerir orð Guðdómsins heyranleg, samkvæmt Jóhannesarguðspjalli, sem að fer með boðorðin 10. Og það heilagur andi sem skrifar þau með fingri sínum á safírtöflur. Það stendur bæði í Guðspjallinu og í Mósebókinni að það sé heilagur andi sem hafi skrifað boðorðin 10 á steintöflurnar. En það sem heilagur andi vill gera miklu fremur en að skrá þetta á einhverjar steintöflur að fá að skrá þetta á hjörtu okkar mannana. Og hugsaðu ykkur vinir bara eitt andartak hvað það væri yndislegt ef engin þjófur væri til. Þú getur haft húsið þitt opið, þú þyrftir ekki að læsa bílnum þínum og þú værir öruggur að ekkert væri tekið af því sem þú átt. Ég man eftir því að hafa hitt gamlan mann, og ég að verða hér eins gamall og hann var, í Kaliforníu. Konurnar okkar voru hjá hárgreiðsludömum og við svona höfðum kynnst svolítið. Og ég var svo forvitinn að fá að vita hvernig gömlu dagarnir hefðu verið í Kaliforníu. Hann sagði að þeir voru stórkostlegir. Enginn læsti bílunum. Enginn læsti húsinu sínu. Við fórum út á kvöldin og keyptum okkur ís eða gos eða súkkulaði og við vorum ekki hræddir að neitt myndi koma fyrir okkur. Og ég segi svona við hann, ekki það ég hef ekki vitað, þetta svona í dag ennþá? Hann horfði á mig eins og ég væri einhver asni sem ég var örugglega og sagði nei, þetta breytt, þetta rosalega breytt allt saman. En snúum okkur stuttlega að faðirvorinu. Ég veit hvað klukkan og ég veit að börnin þurfa að fara og við skulum halda okkur nokkurn veginn innan tímans. En faðirvorið, það byrjar á því að segja Faðir vor. Það að segja, við öll eigum einn föður. Þess vegna erum við öll systkini og þess vegna erum við öll jafningjar.
Það þarf ekki að ræða það sérstaklega að konan eigi að vera jafningi okkar. Hún er það. Af því að hún má segja eins og karlmaðurinn, faðir vor. Það er ekki bara karlmaðurinn sem má segja þetta, konan má segja það líka. Og þar með hún jafningi okkar, enda var hún sköpuð þannig. Og orðið hebreska sem að talar sköpun konunnar, tekur það fram að hún hafi verið sköpuð sem jafningi mannsins. Bara þessi litla byrjun er mjög ánægilegt. Og svo koma þarna 3 yfirlýsingar að við viljum að ríki Guðs komi, að vilji Guðs megi ráða, að nafn Guðs megi helgast. Það er fyrst tekið fram. Hér er aftur þrenningin á ferðinni, alveg eins og Sínai. Faðirinn, sonurinn og heilagur andi. Og þeir að kenna okkur að biðja. Lærisveinarnir sáu það að bænin skipti Jesú miklu máli. Og þeir sáu það að þegar hann kom frá bænastund, þá var hann styrkari og þrekmeiri og duglegri í allri framsetningu á því sem hann þurfti að segja. Og ef að ég fer með faðirvorið, þá er ég að biðja 3 sinnum að ég megi halda boðorðin 10. Ekki bara 8, heldur öll 10. Líka númer 2 og líka númer 4. Og mér er alls ekki heimilt að skipta 10. boðorðin í 2 til þess að halda tölunni 10. Nafn Guðs er hans persóna. Og persóna Guðs er þannig að hann lýgur ekki, hann stelur ekki, hann myrðir ekki. Hann er sá sami í dag og hann var í gær og hann verður það líka á morgun. Lögmálið er eilíft, óumbreytanlegt og það mun aldrei líða undir lok. Og Páll segir í 3. kafla Rómarbréfs að fagnaðarerindið, fyrirgefning syndanna, staðfestir eilífð boðorðanna 10. Svo þegar við förum með faðirvorið, þá megum við ekki fara með það eins og einhverja gamla þulu, en gera okkur grein fyrir því hvað við erum að biðja um. Við erum að biðja um það að elska náungan eins og okkur sjálf. Að stela ekki mannorðið hans, að baktala hann ekki, að lítilsvirða hann ekki með niðrandi ummælum og það sem virðist vera að gera út af við tölvuheiminn í dag, að drýja ekki það sem ég myndi vilja kalla tölvuhórdum, sem gerir vitundina kolbrjálaða og kveikir í girndum sem við ættum að hafa fulla stjórn á. Þannig að þetta er mjög alvarlegt mál að fara með faðirvorið ef ég virkilega meina það sem þar stendur. Ríki Guðs stjórnast á boðorðunum 10. Vilji Guðs eru boðorðin 10. Svo helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, er boðorð heilarar þrenningar
sem skráð í boðorðunum 10. Seinni hluti Faðirvorsins beinir einnig athygli okkar að heilagri þrenningu. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Í fremri hluta tjaldbúðarinnar sem notuð var í eyðimörkinni var lítið borð með 12 brauðum á. Ofan á brauðunum var reykelsi og á borðinu var líka vín. Og þetta ásjónu hásæti föðurins. Og þar situr hann til þess að deila út syni sínum þér til blessunar. Þannig að þú megir hafa bókstaflegt brauð á borðið þínu á hverjum einasta degi. Að þú megir klæðast fötum til þess að skýla nekt þína og verða ekki fyrir kuldanum. Þak yfir höfuðið svo að þér megi líða vel. Þarna situr Faðirinn og hann þarna til þess að spyrja þig, hvað get ég gert fyrir þig? Ekki öfugt, hvað þú getur gert fyrir hann, heldur hvað get ég gert fyrir þig? Á þessu borði segir hann, sonur minn, sem brauðið táknar, og það ekkert sem ég vil fremur gefa þér en son minn þér til viðurværis. Og hvað það sem að sonurinn þá gefur okkur mönnunum? Það kemur í næstu setningu. Fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Þegar Faðirinn gefur okkur brauðið við kvöldmáltíðarborðið, þá hann að gefa okkur son sinn til fyrirgefninga syndana. Þó með þessu skilyrði að ég sé fús til að fyrirgefa þeim sem hafa gert eitthvað á minn hlut. Því það væri mjög ósanngjarnt ef ég tæki við gjöf fyrirgefningarinnar en neitaði að leyfa öðrum að njóta hennar þegar ég fyrirgef. Það segir sig sjálft að þetta gengur ekki eftir. Og að Kristus segir í lok Faðirvorsins að ef við fyrirgefum ekki, þá fáum við ekki fyrirgefningu. En ef við fyrirgefum, þá fáum við fyrirgefningu. Og mér finnst þetta mjög sanngjarnt. Þá kemur síðasta bænin. Bæn til heilags anda. Leið mig ekki þannig að ég geri eitthvað að mér. Og frelsa mig frá hinum illa, stendur neðanmáls hjá Faðirvorinu. Það svo auðvelt í dag að verða fyrir endalausum freistingum, ekki hvað síst á netinu. Og við þurfum á hjálp heilags anda að halda til þess að fara ekki inn á þessa endalausu skemmtistaði sem bjóða ekki upp á neitt annað en endalausa sjálfselsku og sjálfsstyrkun. Og hver bestur og hver flottastur og
hver er frægastur og svo framvegis. Og það er ekkert auðvelt sem táningur að falla ekki fyrir freistingum sem eru bókstaflega út alla jarðir. Svo hér er bæn til heilags anda það að hjálpa mér til þess að velja rétt á hverjum einasta degi. Og því miður er það ekki auðvelt af því að hið innra með okkur býr ákveðin girnd sem að auðveldlega verður fyrir áhrifum freistingana. Heimspekingar á 18. öld í Frakklandi, þeir ætluðu að frelsa heiminn með skynsemi okkar mannanna. Þeir komust að raunum, og það er skráð í 2 binda bók sem ég á, þeir komust að þeirri niðurstöðu að skynsemi mannsins, hún ræður ekki við girndina. Girndin er svo sterk að ef við fáum ekki utanaðkomandi hjálp frá heilagum anda, þá mun girndin heltaka okkur og við falla fyrir henni. Þeir ætlaðu að breyta heiminum. Þeir hefðu slæma reynslu af kirkjunni á þeim tíma og höfnuðu henni algjörlega og ætluðu að búa til, ef við getum orðað þannig, nokkurs konar nýja kirkju, grundvallaða á skynseminni. En þegar að framliðu stundi þá komust að raunum að skynsemin, hún ræður ekki við girndina. Þess vegna er faðirvorið gríðarlega heilstæð og djúp bæn til heilarar þrenningar að mega halda boðorðin 10, að mega taka við Jesú sem brauði lífsins og frelsara míns frá hinu illa. Að ég fyrirgefi eins og hann hefur fyrirgefið mér og að ég vinni daglega með heilagum anda til þess að halda girndinni í skefjum. Vinir, ef þetta tekst hjá okkur með hjálp Guðs, þá munum við eignast innri frið og innri styrk og innri hamingju og við munum njóta lífsins mörgu sinnum betur en við kannski höfum gert.